Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klárlega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klárlega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klárlega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæri fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Halloween Kills. Ég var að horfa á hann í gær. Ok, ég er ekki búin að sjá hann. Vil ég eitthvað vita? En með svipuna þá er hún ekki góð. Sko, ég er ekkert að fara á hana, þannig að... Hún er svo vond. Halloween Kills. Já, hún er svo vond. Ég var ekkert að búin að öðru. Fínt að byrja bara á því, það ekki svo glötu mynd? Það er glötuð mynd. Hvað er hann stig fyrir það? Hann fær stig fyrir það. Vist ég svo langt frá mig? Nei, hún er töluvert verið en fyrsta. Fyrsta. En fyrsta var þess 2018 útgáfan, ekki 2018. Hún var ekkert spes. Nei. Jamie Lee Curtis er líka. Töluvert verið. Jamie Lee Curtis hefði getið sleppt yfir. Það eru svo að koma líka... Gerir ekki neitt. Er ekki að koma líka næsta ári? Jú. Halloween Ends, eða hvað? Halloween. Það er stig fyrir þig. Þetta er ein spurning sem kemur eftir. Já. Hvað heitir Halloween myndin á næsta ári? Það er bara slá menn. Þá getur ekki fengið mig. Snorra. Það er svo mikið varnamekaník hjá honum. Ég stóð Sigga Chili gott. Vannstu hann? Ný. Nei, hann ekki. Það hafði ég aldrei slegið. Ok, áður við byrjum. Við erum byrjar. En ég ætla bara að segja strax fyrir það sem er að hlusta. Það er betur fyrir að horfa þennan þátt á YouTube. Af því ég verð með myndaspurningar. Það sem ég nota sjónvarpi. Þetta er angurinn. Vá, ég var að vona þið bara eitthvað svona, geðveikt. Jú, ég sagði yes. Já. Svo er ég bara að pæla í angurinu mínu. Já, þú mátt ekki fara fyrir Snorra. Ok, við erum farið í spurningakefni. Ég gerði fyrra líka. Og þá var Snorri að keppa. Það er hæðilegast það sem ég hef hlustað á. Í allræmdum þætti. Hvað var svo hræðilegt þann þátt? Þetta voru svo erfiðar spurningar. Spurningar. Hafsteinn. Meiri kettlingarnir. Nei, það var bara svo, þetta var svo mikið bara... Ég ætla að googla ógeðslega erfið svör fyrir þáttinn og ég vissi þetta allt. Nei. Ok, kannski ekki allt. Þetta var eins og að vera í sobi og myndi að vera hérna. Og að hlusta líka, að því ég vissi ekkert og ég vorkendi ykkur. Ég var bara svona, hvað er að gera? Ég vorkendi þeim ekki raskat. En það góða við þetta podcast er að það er fullt af fólki sem veit samt svörin og eru svona djúvel vita ekki. Og þannig að það bóttið í dag. En það er alveg bara 2, það er Tommi Valgir og Óli Þegar að vera heima þessi mjög pyrrað. Ég heldur nú að þeir viti svörum með öllu spurningum. Þessi þáttur Ákveður færið þá ekki bara? Verður léttari, því ég getur ekki sem samið nú erfiðar spurningar fyrir þá. Þessi þáttur verður léttari. Ok. En það er svona banna að grenja. Yfir í einhverja erfiðar spurningar. Já, ég líka. Ég horfði ekki að snorra, ástæða fyrir því. Það er banna að grenja yfir þessu. Já. Þetta er í heildina 63 spurningar. Okay. Veistu hvað það er mikið eða lítið? Ég man ekki hvað það er. Mikið að því að ef þú sagðir á hann við byrjum, þetta er svona 70 mínútur, hvað heldur þetta sé mínúta á spurningu? Þetta er miklu meira. Nei. Já, það er eitthvað hraðspurningar eitthvað. Já, fullt aðeins sem við fyrir hraðspurningar. Fá að vita setupið. Já. Ég er náttúrulega þýtt í gennum þetta allt saman, ég veit ekki með þig. Susi, ég er að hlusta. Ok, spurningar sem verða. Flokk, þið fóðu að heyra grunnflokkana. Við byrjum, það er engar hraðspurningar. Ok. Það er líka smá mistökið að síðast. Ástæði sleppti þeim því að ég nefndi ekki að hlusta á eitthvað væl. Hlustaði þú og Jón yfir því að... Hraðaspurningar, hvað langur tími? Já. Bara... Ok, við getum líka ekki tala, Björgum, við getum ekki tala onni hvern annan. Ég var að tala hérna og ég var að vinskýra og annars var þetta sem ekki rugl fyrir þau sem er að hlusta. Eða, eins og ég sagði hann, horfa á YouTube. Við byrjum á 5 bjölluspurningum. Og þið megið að sjálfsög bjalla hvernig sem er. Og ég er búin að betrumbæta spurningarnar, bjölluspurningarnar. Sem hann horfa mig að því hefur verið að röfla. Nei, þá varst þú sem benti mér á það. Já. Að þá er það svona, þetta er ekki bara hvað kom þessi mynd út? Þetta er meira svona, þessi leik í þessar mynd og hún kom út, svo skilja hvað við. Ég er að reyna að fá ykkur til þess að bjalla. Get a better style. Já.
Svo koma 5 myndaspurningar og þar verður líka bjalla. Ég er mjög spenntið. Og svo eftir það eru 3 vísbendingarspurningar. Ok. Og sjálfsögur Engi valflokkar eins og var hann. Má ég klára? Björki svo æstur. Já, eina sem ég langar núna er að Snorri taki kökuna sem hann kom við áðan, svo ég geti fengið mér næstu. Já, Snorri, fáður Ég er búin að býða löngu áður en við byrjuðum að taka upp. Komstu þessa? Ég bað sérstaklega með þér til hvítakökur. Það eru langbestar. Hvernig hvítakökur? Subway-kökur? Subway-kökur, að Er einhverjar aðrar kökur en Subway-kökur? Nei. Ekkert annað sem kemur til greina. Ok, 3 vísbendingarspurningar. 20 flokkaspurningar, en skipti niður í, það eru 5 í hverjum flokki, þannig það eru 4 flokkar þar. Svo koma aðrar 5 bjöldspurningar, aðrar 5 myndaspurningar og sendu öðrum 20 flokkspurningum. Þetta er bara bestið þáttur í heiminn. Ok, og ég taka það líka fram, þeir sem eru að horfa núna, eða hlusta, þá er ég með sérstök svona, kallast ekki bara Q-cards? Q-cards. Q-cards, þetta er ekkert svaka próf hérna, eða ekkert smá próf, Björgvin Harðarsson græjaði þetta fyrir mig, reynda með gamla logoinu, þannig að það er svona síðan að gera þetta. Ár síðan ég gaf þetta, næstu því. Ár síðan að gaf þetta, kannast nú ekki við það, en... Ég gaf þetta eftir jólaþáttin, að þá varstu bara með ykkur ljótblöð. Já, það var bara útbrænda. Ok, í verðlaun, hvað vil ég að sé í verðlaunstrákar? Flug með yfir 2. Ok, frá Play Air bara. Já, mér sýnst þú voru að horfa á þetta, er þetta? Nógu Sirius, sponsorinn af þættunum, þeir gáðu mér nammi til þess að gefa ykkur. Þetta er svona blanda, þetta er svona nóga nammi, blandi í póka, eitthvað dæmi. Besta blandið. Sem er heldur góð bland, það er hérna í skálunum sem þeir að hakki. Næstu í búni með. Nógu Crop, Classic, 1 set, bitar og 1 set nýja súkkulaplata. Er þetta allt fyrir einn, eða? Nei, sko... Fær svo sem tapar ekki niður? Jú, hann fær kannski eitthvað smá að þessu. Hinn fær meira. Og líka... Ég var eitthvað smá. Takk. Og ég hef líka búin að tala við Subway. Þeir ætla að gefa máltíð fyrir 2. Það er flottu vinningur. Ekki. Ég reyndar... Ég náðu ekki að ná í miðana, þannig að ég læti ykkur fá miðana... Við erum bara að trúa næstu viku. Við erum bara að treysta mér. Ok. Það var það komið frá. Ok. Og þetta er Bjallan. Æsispennandi. Bjallan hann, hún var í miðinni. Hver er regla með þetta? Sérðu þennan. Mér finnst að reglan eigi vera að það mér ekki snarsta borð. Alright. Við erum bara að tala um þessa línu hérna. Snorri. Þessa línu hérna? Við erum að tala um, mér finnst ekkert óeðlilegt að menn séu kannski bara svona. Þetta er bara skemmtun. Í baki eða eitthvað. Þetta er bara Eins og eitthvað djákni. Nei. En bara ekki vera eitthvað, ekki reyna að svindla. Nei. Það er ekki liðið þessum þætti, þeim verður hent út. Hardcore. Ok. Og eins ég held ég á satt á hann, ég sagði að hann áður byrjum að taka upp. Það er bannað að grenja. Það er bannað að grenja eitthvað sér. Hættið að horfa á mig. Þarna horfði ég á milli ykkar, bara á vegginn. Ok. Mér finnst það að vera auðvöldar en síðast. Ok. Pæli ég, nú er ég að setja ykkur svona upp vegg. Já, algjörlega. Ég gerði það viljandi. En það kemur bara ljós. Þetta er allt fræga myndi sem við spurjum. Ok. Byrjum bara á þessu. Ég er ekki alveg viss hvort þetta séu léttar eða ekki spurt. Já, það er nefnilega máli. Ég er döðskelkaður með þetta. Ok, en þá færi allan eitthvað smá nami. Og þú feist söpfukökur. Já. Ok. Það er ein eftir líka. Ein eftir, fjórar. Ég á bara tók eitt bit hana. Ok, fyrir ekki. Ok. Það sem ég vildi segja. Þetta er að velja spurningar. Nei, það sem ég vildi segja. Það er að passa að hydrate. Ég fer líka alveg kannski aðeins út fyrir horror. Þetta er náttúrulega aðalega hryllismyndaspurningar. En svo var maður aðeins að leika sér. Þannig að þið sjáum það bara. Friends-spurningar. Nei, ekki þannig. Nei, ég held ekki. Ok, förum að byrja það. Fyrsta bjölluspurningin. Fucking hell. Björki. Já, sko, þetta er bjöllu. Skilur þú? Hún er locked in. Ok. Við þú? Já, banna að vera eitthvað. Já, ég bara er að reyna. Hann er erfiður. Ég er bara að reyna að gera þetta sem sangjana. Ég er bara lús. Ok. Sérðu hvað er stressað? Já, mjög stressað. Hann var stressað á leiðinni. Ok. Spurning nummer 1. Ég er hann stressaður. Kvikmyndin Scream kom út árið 1996 en í aðalhlutverki var leikonan Neve Campbell. Hvað heitir persóna hennar í myndinni? Sidney Prescott. Það er rétt. Það er Snorra. Byggi, þú reyndir ekki einu sinni. Vissir þið ekki? Ég held að kemur bara eitthvað lengra.
Ég var bara að hugsa, ok, Drew Barrymore og Svona verður þetta. En Snorri náttúrulega líka giftur skrýma á þetta döða. Ok, björðu spurning nummer 2. þannig að þessi spurning var skrifuð fyrir hann. Ok, ekkert mál. Fannst þetta erfið spurning? Nei! Ég var bara alltaf hægur. Hann tjókaði bara. Ég var bara alltaf hægur. Spurning 2. Snorri stressa mig, segðu. Kvikmyndin Event Horizon kom út árið 1997 en þar var leikstjórinn Paul Anderson við stjórnvölinu. Sam Neill lék Dr. Weir í... Lawrence Fishburne. Já, ég er bara að taka sjansinn. Já, algjörlega. Að gera. Var þetta góðu séns? Hann faraði ekki stig. Sam Neill lék Dr. Weir í myndinni en hvern lék Lawrence Fishburne? Og það nóg að koma bara með eftir hann aðeins. Ég man það ekki. Ég man það ekki. Býtu, ekki gera þetta. Á hverju sagði þið það ekki bara hvernig hann lék? Ég veit ekki. Ég tjókaði líka. Já, þú ert stressaður. Þið horfðu svona á mig eins og ég var að segja vel. Man það ekki. Ég get sagt alls konar. Miller, já. Snorri. Já. Eins og þetta, myndið segja að þetta var erfið spurning. Nei. Nei, þessi sangjörn. Þetta er alveg fínt. Sérstaklega fyrir ykkur. En samt, ég er það stressaður. Ég myndi Já, Lawrence ég hefði átt að Fishburne. vita Ég það. myndi ekki hvað hann hét fyrir að ég var búin að gefa svarið til frá mér. Ég skilji. Ok, nú skulum slöngum bara eins á. Þetta eru uppbytunar spurningunar. Já, þetta eru auðvöldu spurningar. Ok, nummer 3. Leikarinn Jack Nicholson lék hinn eftirminnilega karakter Jack Torrance í kvikmyndinni The Shining sem kom út árið 1980. Framhaldsmynd kom út árið 2000. Evan McGregor leik sonans. Er þetta lokasvar? Evan McGregor leik sonans Danny Torrance og það var Mike Flanagan sem gerði Ok, ég verð að stoppa þér, þú getur náttúrulega ekki talað endalust. Ha? Rebecca Ferguson Ég er ekki að biðja um þetta. Ok. Framhaldsmynd kom Þú út verður alltaf að árið geta sagt hvað hann hét myndin. Framhaldsmynd kom Ertu út ekki að árið grínast? 2019 en hvað heitir svo mynd? Jésús. Manstu það ekki? Já, nú erum komið á smá breinfætt. Frábært. En Geggjað. Björk er alltaf múin að sjá hann, ég veit það. Hvað fær hann langan tíma afsakið? Heyrðu, ég sagði að banna að grænja. Ég sé tíman. Ákveð sagður ekki nafna á myndinni? Ég var Fannst svona... þess að hann hefði sagt það? Hvað er byggja? Já, þetta er hérna... Ég þarf að svara. Já, þetta er Dr. Sleep. Það er rétt. Fucking hell, maður. Helviti fær maður langan frest til að En svara. þú varst að tala upp. Bladra. Þú byrjar að bladra bara hver skrifa Svo bara hver á sminkinu og... Spurning nummer 4. Leikkonan Jamie Lee Curtis lék einnig frægustu hryllingsmynd allar tíma, Halloween. En sú mynd kom út árið 1978. Hvað heitir persóna hennar í þér, Snorri? Laurie Strode. Það er Laurie Strode! Ég hef ekki munað. Ég panikbössaði. Drafst bössið mitt. Hvað er það? Hvað sagði hann? Nei, 2-1. 2-1. Það var að við fengum 0 stig fyrir hana. Ok, nummer 5. Þetta er síðasta bjöldspurningin í þessum kafla. Sam Raimi er mögulega þekktastur fyrir Evil Dead myndinda sínar, en þær gerðan með leikarnum og vini sínum Bruce Campbell. Raimi hefur gert fjöldan allan af bíómyndum eftir Evil Dead, en árið 2002 gerðan ofurutjumynd. Snorri? Spiderman. Anskotin! Hvað heitir svo mynd? Björgi, þú ert eitthvað sló í kvöld. Ok. Ég var alveg viss að það var að fara að koma með Drag Me to Hell. Eitthvað tengt í. Nei. Herðu, ég get ekki dýrt þess að söpja ykkur. Ég er að spyrja spurningana. Ok. Það er komið. Var björnspurning síðast það? Þetta var síðasta. Nú eru myndaspurningar. Nú eru myndaspurningar. Myndaspurningar. Og björla. Það er líka bjalla. Já, því ég set mynd á skjáinn. Ok. Og þið megið. Pínuruglæti, þannig að þú eru mynda. Taka sensin. Þið megið alveg bjalla. Þannig að þið megið bjalla á hann í klárspurninguna. Þeir ráðið. Bara undir ykkur komið. Annars ég glemt að nefna eitt. Það eru mögulega einhver starf inn í einhvern spurningum. Kannski 2 stig. Jafnvel 3. Ok.
Fá að vita það fyrir og eftir. Já, það er bara eftir hendileika Já, eftir henduleika, ef ég er farin að rústa Bjögga, þá er allt í einu allar hans spurningar þryggjast yfir. Nei, þið má vita fyrir frá. Ok, Er ekki 3-1? Það er fucking pathetic. maður. ok. Eru þið tilbúinir? Mhm. Sjáum hvort ég náðu ekki að láta þetta virka hérna sjónvarpinu. Eða á ég kannski að spurja fyrst og svo sýna ykkur? Ég veit það ekki, Nei, ég samt er ekki ekki, er leikinn. ekki skemmtilega að... Jú, ég ætla bara að setja myndina, svo bara spyr ég. Ekki þetta. Ég geri nokkra volpupura. Ok, það næst. Ok. Úr hvaða mynd er... Þetta... Já, ekki leysa meira. Get the Fly. The Fly er rétt. Ok. Ekkert klappað í svona þetta. Það vantar áhörður. Því bættin eftir á. Ok. Mynd nummer 2. Úr hvaða mynd er þetta... Snorri. Nightmare on Elm Street. Hvað? Er það Lókasvara? Já, það er Hann það. ætla að fara að segja eitthvað meira. Nei, bara ég veist ekki Hann ætlaði að hvort segja hann bara- ætlaði... Ég held að þetta verið miklu dýbra. Já, ég held það líka. Ég var svona að bíða eftir einhverju. Herri, þið grenjið svo mikið. Ég- Ok, nú veit ég bara hvernig leikurinn er. Nú bara bjart strax. Mér finnst þetta æðislegt. Nú veit ég bara hvernig Ok, næsta mynd, þetta er myndaspurning 3. Hvað heit? John Carpenter. Það er rétt, Snorri. Vá, gaman að hlusta á hann og þátt. Ég sagði fólk að horfa á YouTube. Ok, nummer 4. I know what you did last summer. Herri, þetta er ekki gaman, sko. I still know what you did last summer. Byrju, hei! Yes, Var hann framhaldið. marga valmöguleika? Nei, ég segi þetta er I know what you did last summer. Og framhaldsmyndina Still know what you did last summer kom út 4 árum senna. Ok, það er sérst, þetta er lokasvar. Já. Þetta er loka svar. Skrifaði stíðið mitt niður. Það er 1 stig. Byrju, er hægt að fá 1? Það er það 2 stig þessu. Úff. Já, ég Og hún ætla kom bara að út- hafa all or nothing. Nei! Ég er að stríða ykkur. Snorri, þú fær 1 stig. Já, ok, flott. Nú ætla ég að koma með spurninguna. Jennifer Love Hewitt, en ekkert mál. Nei, Hér sjáum við mynd af 4 ungum og fallegum leikurum. Nefnið 2. Í hvað mynd leikuðu saman? Hvaða ár kom hún út? I know what you did last summer og fyrir ekki að vera hér. Know what you did last summer, hún er ekki bara 98. Lokasvar? Já. 97. Það er svona... Nei, ég sagði 98 aðan. Nú að það? Já. Oh, fuck. Klaufi! Já, En samt, hann svarar möguleginn að svo var búinn. Ok. Næsta mynd. Síðasta myndaspurningin að þessu sinni. Fuck it. Bjöggi. Þetta er Jack Torrance. Torres. Torrance. Senor Torres. Í Shining. Eru saman í liði? Hvað er það að segja? Já, ég er að segja að þetta er Jack úmyndið The Torrance. Shining. Jack Torrance, 1980, Stanley Kubrick. Þú kom með þetta. Ok. Hann er komið með þetta, hún er klapp í salnum. Það væri ykkur hérna. Þetta er bara The Shining. Úr hvað myndir þetta? The Shining. Þetta er nú létt og gott. Ok, þetta er helviti létt. Ok. Það er þetta búið. Þá Þú fyrir Þú við ekki bara 1 stig fyrir þess að það voru 2 fyrir hérna? Já, það er bara svona. Herðu, þá fyrir við bara í næsta wallpaper á meðan við förum í aðra spurningar. Sjá hvað þetta er vel skipulagt. Ok. Hár. Og ég hef einhver að budget í þessum þetta. þessi kostaði meira en einn. Ok. Varst þú að stilla þessu öllu upp og taka... Ég er nokkuð sem einn. Ok. Vísbendingarspurningar. Og fyrir fyrstu vísbendingu, það eru 3 stig, svo 2 stig og svo 1 stig. Og hérna er bjallan. Ég geði ykkur vísbendingu. Ok, flott. Og kannski nærðið mér. Spurt er frægan hryllingsmyndaleikara. Vísbending nummer 1. Hann fæddist 22. júní árið 1958 í Bandaríkjunum og hefur hann leikið bæði í sjónvarpi og kvikmyndum. Hann lék meðal annars í ofurhetjumyndinni Sky High en þar lék hann karakterinn Coach Boomer. Þetta er Kurt Russell. Ránt. Fínt, gisk en ránt. Var ekki í henni? Kannski er ég að spyrja Sky High eftir, ég þarf ekki að svara neinu.
Já. Björki? 58. Shit, það allir gammal maður. Nei, Þegar ég segi hryllismynda leikara, eðlilega hann leikir líka ykkur öðru en bara hryllismyndum. Það sé þér. Vísbending nummer 2. Við erum að spyrja frægan hryllismynda leikara. Hann hefur oft verið kallaður The Djinn, en þessi Björki? Bill Pullman? Nei, veitu. Ránt. Á ég að klára vísbendinguna? Já, það er ekki svo formlegt hjá okkur. En þessi fjölhæfi leikari hefur meðal annars leikið Elvis Presley í mynd sem kom út árið 2002. 2002? Ég man ekkert hvað hann heitir sko. The Djinn? Nei, ég fór alltaf að hugsa Bubba Hotep. The Djinn? Vinsanlega talaði í mækin. Ég er að hugsa svona fyrir sjálfum mig, svo að Björki heyri ekki. Þannig að, herru, Jesús, þetta er örgulega rangt í mér, ég ætla að segja Bruce Campbell. Það er rétt. Já! Mér veitir Bubba Hotep væri einhvern veginn. Já, hann var Presley í henni. Já, ég er að segja, mér fannst einhvern veginn sem Bubba Hotep væri 2005, 2006. Þú ert að fá 2 stig. Úff. Damn it. Báði smá köku, drektu sorgunum í. Ok. Það er ekki búin með hérna. Þessast vísbendingarspurning nummer 2. Ég veit það sjálfsög. Björki er að tyggja. Spurt fræga hryllismynd. Vísbending nummer 1. Þessi kvikmynd talin frægasta hryllismynd allra tíma. En margir myndir þú mögulega flokkana frekar sem sci-fi mynd. Ég ætla bara að segja þetta The Thing. Það er ránt. Sem sci-fi mynd. The Fly. Ránt. Gott giskand. Góð gisk hjá okkur báðum. Vísbending nummer 2. 2 stig í búði. Eða í húfi. Hér eru talin upp nokkur karakterna úr þessari mynd. Dallas, Ash, Alien. Það er Björki. Hver er ég að koma í þess að þetta? Ég glemdi líka að segja, svo sem vinnur sem sæti í jólaþættinu, þá er með spurningkeppni líka. Glemdu að segja það? Ok, þetta var Alien. Látt ekki svo. Ég tek valflokkana. Já. Það er hellingur að stegum í boði. Það þýðir ekkert að gefa stöðu. Síðasta vísbendingarspurningin. Kallgrín. Snorri glaðan að kom. Jesus, ég með 3 stig. Já, þetta er svolítið mikið bust. Allavega svona til að byrja með. Ok, nummer 3. Spurt fræg hryllismynd. Þess, vísbending. Ekki að heyra í Tommy Valkers. Tommy er hann. Heyri vel í Óla. Ok, 3 stig. Myndin. Hvað séu, spurtur mynd, sagði það? Hryllismynd, þú er einu svona að hlusta. Þú dofðu upptingin að djóka. Myndin kom út árið 1982 og þrátt fyrir lélegar móttökur á þeim tíma, þá er hún í dag talin vera einn bestu hryllismynd. Snorri. The Thing. Það er rétt! Já, okkur gerði ég ekki bara björnina? Ég skilja. Það er Snorri 3 stig. Nei, gekkja. Ok, þetta var The Thing. Björgvin er hérna. Ég var 100% að væri The Thing, svo hætti við þessu bara, nei, það var The Thing áðan, eða var það gisk frá hún sem var, svo bjallaði þú. Það var gisk frá Snorra. Ég veit það. Ég var ekki að spyrja The Thing. Ég veit það. Early bird gets the worm. Það glata. Við erum komnir í það sem mér finnst persónulega skemmtilegast. Það er ekki skína, það er ekki fokkin bjalla. Það eru flokkaspurningar og það er engin bjalla. Okay. Og það er bara í rauninni ein á mann. Nú er þú sá. Nei. Ok, það bannaði að vera grænja að banna. Nei, flottur. Hann er bara spenntur. Ekki flottur. Flokkaspurningar. Snorri, þú ert yfir að þú fara að byrja. Ok. Hvað eru flokkarnir? Einkennilegt. Það eru 4 flokkar.
Ástæðan fyrir ég var ekki með eins og síðast, þá var ég með einhverja 9 Bjöggi átt að hvað er þú flokkar? Þannig ég ákvað bara að hafa 4 og ef þið spyrir mig oft hvaða flokkar aftur? Það eru perfekt, að það varst með mynda að vera með flokkana hér. Já, ég gera það kannski fyrir jólaþátt. Já, ég verð ekki þá. Kemst ekki áfram. Ok, flokkarspurningar. Flokkarnir eru helvíti, please ekki horrorspurningar, game viðbjóður, Ok. 90s horror. Góði flokkar. Svolítið skemmtilega flokkar. Góði flokkar. Má ég spyrja hver mörg stig fyrir hvert svar? Fer það eftir... Það er misjænt. Inn í þessari hringiðu, einhvers staðar, eru mögulega 2 stig. Og við fáum ekki vita það fyrir við búin að svara. Nei, þið fáum að vita, ég skal segja eitthvað, þetta sem Snorri velur núna, þá segja ég áður en ég kemur spurning. Akkurat. Ok, það er ekkert svona stress núna. Nei. Núna snýst það bara að hafa gaman. Og kannski reyna að bjarga andliti. Það er svolítið stresslaust svona á topnum. Ok, Snorri, nú getur þú aðeins leikið, þú ert með þessum mörg stig. Hvað viltu velja úr þessum flokkum? Herri, ég vil game viðbjóð. Game viðbjóð? Og ég get stólið það? Já. Þannig að ef Sorry, þetta var eina höggið svo var. Byggir allt á æstur. Þannig að, já, ef að þú veist þetta ekki, þá færist svar eftir niður á hann Björgvin og hann fær tækjum til að svara. Game viðbjóður, spurning 1, 1 stig. Okay. Hvaða bíómynd notaði taglineið In space, no one can hear you scream? Alien. Og það er rétt. Það er Alien. Þetta er samstress. Björgvin, hvað má bjóða þér? Tökum aftur game viðbjóð. Aftur game viðbjóð. 1 stig. Hvað heitir persóna Vin Diesel í myndinni Pitch Black? Ég heldur síðan, sko. Hæ? Akkur er að bjóða Björgina það? Einu sem þetta er titill á annari mynd. Reddick, eða ekki titill á annari mynd. Hvað sagði þau? Reddick. Reddick? Þetta er það ekki, Reddick. Ég get ekki tekið það gilt sem svar. Ok. Hann heitir Riddick. Það er rétt, Snorri. Shit, Byggi. Næst sem maður getur svona stólinn spurningum. Varst það ekki með þetta? Hjálpaði þið. Nei, bóttið með þetta. Ok. Já, þetta er Riddick, já. Snorri, hvað má bjóða þér? Það var helviti, það var game viðbjóður, please ekki, já, 90s. Já. 90s horror. Já, 90s horror. Ég ætla bara að halda mig í geimnum. Þú ætlar að halda þig í game viðbjóðunum. Spurning 3, 1 stig. Hvað heitir myndin sem Danny Boyle gerði árið 2007 og fjallar Sunshine. Það er rétt. Til hvers er ég hérna? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað varst að gera þetta. Ok, Björgi, kom að bjóða þér. 90s. 90s horror. Spurning 1, 1 stig. Hvað er margar spurningar í hvað er mikið eftir á game? Ok. Þannig að það er 2 eftir að game. Ok. 5 í hverju, já. 5 í hverjum. Ok, 90s horror, spurning 1. 1 stig. Silence of the Lambs kom út árið 1991. Hvað hétt morðingin sem Hannibal Lecter átti að hjálpa til við hann á? Buffalo Bill. Það er rétt. Björki er að komast sterkur núna, ég finn það á mér. Endur komin að hafinn. Endur komin að hafinn. Comeback kid mættur. Ok. Þetta var 4 stig, minn. Snorri? Herri, ég er gamesjúkur. Gamesjúkur. Game viðbjóður, spurning 4. 1 stig. Hvað heitir gervigreindin eða tölvan? Her. Maðurinn er Söndu þetta saman? Fire í 2001. Það er hal. Það er rétt við þér. Já, og fátt sem hvað til greina þannig. Kannski AI með honum hérna. Björgvin, kom að bjóða þér. Ég ætla að ekkert horror-dót. Please, ekki horrorspurningar. Sjáum hvað það er. Spurning 1. 3 stig möguleg. Wow. Það vantar hann að ding, 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 jóladótu. Já, sem við spilum. Já. Þú getur sett samt eitthvað inn undir. Þú getur sett svona spennu. Já, látum við vinna, látum við hafa meira fyrir að vinna svo þetta. Tjók. Ok, spurning 1. 3 stig möguleg. Snorri, þú er líka að hlusta vel. Ég er að fara að taka þetta. Getur hann stólið 3 stigum líka? Ég meðan þú veist ekki neitt. Það fucking hell. Ok,
Jim Carrey átti svakalt ár árið 1994. Þá kom út 3 myndir með honum sem sló allar í gegn. Hvaða myndir voru þetta? Mask, Dumb and Dumber og Ace Ventura. Vel gert. Þetta voru dýrmætt stig. Ok. Snorri, kom bjóða þér? Ég vanafastu maður, þannig ég held mér bara geimviðbjörn. Þú ætlar að klára geimviðbjörn. Þér búið ganga vel þar. Ég vil fá bara fullt úr stiga þar. Ég verður þú frá allar þar. Ok, geimviðbjörn, þetta síðasta þar. Hver lék Ripley í Alien Resurrection? Ripley, bara Sigourney Weaver. Já, rétt hjá þér, þetta átti að vera svona, þetta átti að hljóma sem svona drikkspurning. Þú varst alveg næstu að ná mér, ég var bara svona Í svona sekundubrót var ég, við núna rættir? Nei. Það er svona orðaði ég spurningun svona. Ekki eitthvað svona multiplayer fyrir að klára flokk? Nei. Ok, glatað, en ok. Ok, þið megi ekkert vera að skoða stígin eitt svona. Nei, hvernig var hann að hafa þetta bara að tölvuformi? Sjáu það eitthvað núna? Já, mér liður betur. Svolítið demoralizing fyrir. Já, mér liður betur. Ok. Björgvin, kom bjóða þér. Þannig að geimviðbjörn er átt. Það er bara 90s horror, helvíti eða please ekki horrorspurningar. Förum aftur í please ekki horrorspurningar fyrir 3 stig, takk. Björgi fyrir please ekki horrorspurningar. Spurning 2. 2 stig möguleg. Ég meni, ég veit ekki hvað þið hann skrifaði þessu. Hann skrifaði þetta ekki. Spurning 2. Í hvaða frægri bíómyndaseríu er persónan Sarah Connor og hvað heitir leikona sem leikur hana? Þetta er Terminator og það er hérna, það er hún hérna Linda Hamilton. Það er rétt. Björgi er að koma sterkur inn í... Þetta var stressaður. Alltaf þú getur að finna ykkur spurningar sem er fleiri stig en... Ég getur bara að taka geimviðbjöð aftur. Ég ætla bara að taka please ekki horrorspurningarnar frá honum Björga, hann hafa fyrir þangað. Núna er Snorri að spila. Suck at hinum. Ok. Please ekki horrorspurningar. Spurning 3. 1 stig. Hver lék aðalhlutverkið í myndinni Drive sem kom út árið 2011? Ryan Gosling. Það er rétt, Snorri. Er hún 10 ára gömul? Fuck. Hún er nefnilega heldur gömul, sko. Björgi. Horfa hann aftur. Förum í 90s. 90s horror. Þetta er 1 stig, en þetta er val, það eru, þú fær 4 valmöguleika. Já. Og hann alltaf gefur auðvitað ef að þú klikkar, þannig að það eru 3 fyrir þig, Snorri. Númer 2. Hvað heitir rithöfundurinn í myndinni In the Mouth of Madness sem kom út árið 94? Er það A. Stephen King, B. Tom Kane, C. Tom King eða D. Sutter Kane? Góði valmöguleikar. Veistu þetta? Snorri maður, hann var á fire. Ertu að lesa spurningun aftur? Hvað heitir rithöfundurinn í myndinni In the Mouth of Madness? Svo vil ég taka líka eitt fram. Ef þið hafið hlustað eða hort á alla bíóblastætti, þá eru eiginlega all þessi svör þar. Ok, ég ætla að byrja á því. Stephen King, Tom Kane, Tom King eða Sutter Kane? Sutter Kane. Það er rétt. Þessi skrís. Ég þekki Hafstein bara. Hann er ekki búið til Sutter Kane. Ekki Hafstein. En ég setti Stephen King til þess að vera eitthvað svona, var það Stephen King? Ok. Snorri, hvað var bjóð þér? Mér langar að segja eitthvað 3-stiga spurningu. Hvar finn ég 3-stiga spurningu? Bara hjá mér. Ég er ekki að segja þessu marga þannig. Nei. Það eru bara geimtar fyrir Björgvin. Veld eitthvað. Herðu, helvíti. Förum í helvíti. Helvíti? Beint til helvítis. Búin að hræddu við það. Ég er ekki alveg þóra það. Ertu hræddur við það? Já, hræddur við það? Ég veit ekki hvert þú þóra, sko. En þú ert ekki að fara til helvítis. Ok. Ok, helvíti. Spurning 1. Snorri. The Omen kom út árið 1976 í leikstjórn Richard Donner. En hvað heitir persóna ungarstráksins? Hann heitir Damien... Það er rétt. Ég meira að ég vissi þetta. Meira sé ég. Já, Damien Thorne, sem að slá aðeins sig. Jú, ég var bara að leita þetta Damien. Þú fær ekki 2 stig. Nú, ok. Tjók. Ok, Björgi, kom bjóða þér.
Förum bara, sleppum þessu horror-dóti og Hann treysti sér meiri það, please, ekki horrorspurningar. Spurning 4. 18 stig. 1 stig. Hvað heitir fyrsta Lord of the Rings myndin? Fellowship of the Ring. Og það rétt. Þetta meira afmæja. Ok. Snorri, hvað bjóð þér? Helvíti. Snorri ógeðslega góður í þessum leik. Það heldur góður. Númer 2. Byrjunaratriði í The Conjuring inniheldur flott atriði með ógeðslegri dúkku. Hvað heitir dúkkan? Annabelle. Snorri, þú veist Og ég hefði samt vitað þessar tvær. Samt að ég velja helviti. Þú er svo hræddur við helviti. Já, ég ætla að halda áfram í hennu. Hvað ætlar að gera þegar það spurningur er búin? Það er bara einu. Lapp út! Ok, ætlar að klára að plýsa ekki horrorspurningar. Númer 5. 1 stig. Hver lék aðalhlutverkið í myndinni Gravity? Sandra Bullock. Það er rétt. Ég ætla að fá þessa. Hann er svo skotin í henni. Búin að vera það í 30 ára. Þá ætti þú að fá þessa. Já, bara. Því mér nóga stigum helviti. Já, hana. Ok, þannig að plýsa ekki horrorspurningar búið og gameið bjóra búið bara eftir 90s horror og helviti. Snorri? Helviti. Þú ert Ég bara, sko, ég hlakka svo til þegar hann getur ekki eitthvað. En ég er jafn stressaður og hann getur ekki eitthvað, þá er ég ekki að vera að geta það heldur. Ok, spurning 3. Búðu til eitthvað sem þú veist ekki, ég veit það ekki. Númer hvað var Jason Goes to Hell myndin í Friday the 13th seríunni? Shit. Ég er ekki alveg með þetta hreinu. Ég ætla að segja númer 6. Númer 6. Já. Arra. Ég ætla að fara ofar, sko. Já. Ég ætla að segja undan Jason X, þetta er 9. Það er rétt. Já. Vel gert. Vel gert. Þetta var vel gert. Það eru svo margar, maður. Ég hef ekki séð helmingið þeim. Nei, ekki heldur. Ég sá nú, þú sást allra sem tíma. Nei, ekki, ég átti einhverjar eftir. Ég var á einhverju rönni. Ég tók rosa margar. Ég man eiginlega ekki neitt eftir neittna þeim. Þú sér hvað þær skilja mikið eftir sig. Ég keypti þær allar á $12 eða eitthvað. Já. Já, allar. Ég keypti upp 8 eða 9 myndir. Svo marg, svo skipti. Það eru 12? Svona, já, en svo var þetta eitthvað svona annar dreifingraðali. Já, það já. var ekki eitthvað bla bla. Ok. Björki, þú átt vel eða ekki? Jú. Það er helvítið að 90s horror. 90s. 90s horror. Spurning 3. 1 stig. Hver lék vampíruna Lestat í myndinni Interview with a Vampire? Það eru svo margir í þessa mynd og hver var Lestat? Var það ekki bara Tom Cruise? Rétt. Þetta má fara í einhvern annan, sko. Snorri var alveg bara, hann vildi svo fá það. Ég hefði þetta var þessi líka. Já, ég veist Þetta skotur í hún líka. Ok. Myndarlegur maður. Snorri, Helviti. þú ert bara allir í helvítinu. Ég var að skilja eitthvað eftir fyrir Bjögga. Spurning númer 4. Hvað heitir, þetta er sérst 1 stig. Hvað heitir leikstjóri myndarinnar Drag Me to Hell? Sam Raimi. Það er rétt. En er ekki gaman að þessu Jú, samt? ég ætla að ég var að hugsa mér, þetta ógeðislega skemmtilega. Er það skemmtilega en síðasta Halloween? Þetta er alltaf skemmtilega að vera hér heldur en að hlusta á það. Við líður eins og ég að vera að spila síðan sko Doom í Nightmare mode og núna sé ég bara Please Don't Hurt Me. Já, ok, það er svo ógeðslega létt í kemur. Ok. Það er meira spurninga. En er samt, hvort er skemmtilega? Hafa erfiðar spurningar sem maður getur kannski svara eða svona nokkuð léttar sem maður getur svara? Bland bara. Ok. En þetta er allt bara skýt léttar spurningar. Þetta er mjög skemmtilegur en þáttur. Þetta er skemmtilega. Fyrir mig allavega. Fyrir þig. Og kannski líka þeir sem eru að hlusta eða vonandi að horfa á YouTube eins og bara margóft taka fram, það er skemmtilega að horfa á það. Kannski finnst þeim það líka skemmtilega, þetta eru svona aðgengilegri spurningar. Ég held það. Ok, Bjöggi, er ekki komað þér? 90s. 90s. Númer 4, 1 stig. Natasha Henstridge leik geimveruna Sill í eftirminnilegu geimverumyndinni, já, eftirminnilegu geimverumynd frá 95. Ég ætla að segja þetta namna. Hvað heitir myndin? What the fuck? Getur þú sett aftur? Já, það var svo skringilega að lesa hjá mér. Natasha Henstridge leik geimveruna Sill í eftirminnilegu geimverumynd frá 1995. Þetta er Species. Þetta er Species!
Vel gert. Ok. Snorri. Ég held að Spísis að það verið fyrsta bönniðina 16 myndir sem ég fór á í bíó. Ég var svona minningar henni með að vera í bíó og finnast ég svona, má ég vera hérna? Aha. Já, eitthvað svona. En þú vil líka vera þeim aldrei, því hún berbrjóst allt í þessari mynd. Myndir þetta því? Nei, ég man ekki dóli mikið eftir þessari mynd. Ég man að Michael Knight sem var í henni. Myndir eftir því. Þetta er þessi, ég er giftur. Þú varst ekki giftur þá. En hérna, hefðu þú náðu þessu? Sorry. Já. Þú ert alltaf góð. Ég er mjög proud of myself. Viltu koma einn í næsta þátt? Ég vil semja það líka. Ok. Erst þú ekki, Snorri? Jú. Átti ég eitthvað eftir í helviti? Já, það er ein. Það er ein þar og ein í 90s horror. Ok, ég ætla að taka 90s. Þetta er helvitis. Þá var ég sko það að koma á Event Horizon spurningi helviti. Þessi spurning finnst mér svolítið skemmtileg. Er hún 3 stig? Hún er 1 stig. Já. Nei, þú sagði 90s horror, ekki? Já. Númer 5. Vampire in Brooklyn var hræðileg grín hryllismynd með Eddie Murphy í aðalhlutverki. Hvaða frægi hryllismyndaleikstjóri leikstýrði myndinni? Ó, Jesús. Var það ekki Wes Craven? Það er Það ekki, já. Það Snorri maður. Vel gert. Vel gert. Ok, Björgvin. Shit, hvað það var léleg mynd. Já. Ég man ekki eftir neinum og pósturinn. Ég horfði aftur á hana. Það er kannski bara 2-3 mánuði síðan. Hún er hræðileg. Af hverju varst það því? Af því ég myndi ekkert eftir, ég vissi hún hræðileg. Hún var ennþá verið enn mynd. Ég man bara eftir þessu djókið þarna the fastest way to a man's heart, a woman's heart is through the stomach. No, it's through the ribcage. Var það í þessari mynd? Já, það var í þessari. Þetta hljómar samt eins og eitthvað djók úr Dracula, Dead and Loving. Já, það var í þessari. Ég man allt og vel eftir bara þessu atriði og engu öðru. Mér fannst þetta svo cringy. Björgi, þú getur ekki svona vali. Hell. Bara how do you want to resin? Það er helvíti og það eru 2 stig. Snorri er ekki þá vali. Ég sko til að fucking geta það. Ok, helvíti, spurning 5. Hver leikstýrði myndinni Beetlejuice og hver lék Beetlejuice? Þetta er Michael Keaton, leikur Beetlejuice og sá sem leikstýrinni er þau spenntir. Það er svona að springa. Jæja. Já. Er þið hérna, þetta er, ertu með það? Já, þetta ertu með það. Þetta er svo að vera með bara eitthvað. Er þetta bara svo að vera að keppa mótið Tom Holgers? Ég veit ekki, ég hef aldrei keppt mótið Tom Holgers. Þetta er bara... Tom Holgers veit allt. Snorri bara alltaf klár. Hann var ekki svona klár þegar þau voru yngri. Ákveð svona heittinn inni, samt er ekki glugginn upp? Lokar hún ekki bara? Ég heyri ekkert svona úti, ég er að kaupa með tíma. Ok, hvað með svo? Já. Michael Keaton, leikur hann og þetta er bara Alec Baldwin, sem leikstýr. Sem leikstýr? Já. Það er rámt, en Michael Keaton er rétt, þannig að þú fær 1 stig. Snorri, veist þú hver leikstýrinni? Var þetta ekki Tim Burton? Þetta var Tim Burton. Þetta! Ég var farin að efast það, því mér varst að liggja svo augum uppi. Með fullri virðingu. Þetta sé að Björgi sé heimskur. Nei, ég var farin að var þetta eitthvað John Landis eða eitthvað, þú veist. Þetta er allt saman komið hérna. Jesus Christ. En það er stig eftir. Já. Ok. Það eru björnspurningar. Aftur komið hann er fucking góður í þeim, sko. Já, ég meina, hvað þið gera? Ekki bjóða Snorra? Það er geggjuð hugmynd. Hann vann síðast. Já. Dammit. Já. Hann er svo góð tímasetningu, sko. Áður en ég spyr. Og ég ætla ekki að klippa út þættinum. Talið þið bara. Ég lópa glugga. Kíkja þess að hóta þarna. Hann var lokaður. Jésús. Þú var opinn á það. Heyri í hún. Veistu hvort hann sé opinn á lokaður? Ég bara fann kom. Já, vá. Það gerst núna. Það er alltaf að gerast núna. Já. Þetta er strax svo skemmtileg þáttur. Já, nú held ég detti í gang nú. Þú detti í gang nú. Þú varst bara í svona, bara hitasjokki. Já. Með hérna eitthvað skjá hérna sem er ekki, hann er kaldur á þessu. Engin hiti frá honum. Ok. Bjöllu spurningar. Þetta eru 5 spurningar. Ég hef aldrei átt að koma. 1 stig.
Ég held að það koma. Kvikmyndin It kom út í 2 pörtum. Fyrir hlutin... Ég sé þetta núna. Hvað segirðu? Ég ætla að segja Tim Curry, en fyrir hlutin kom út 1981 og setja hlutin 84. Fyrstu gaman að sjá hann svona yngjast Mjög. Ef að lega hann aðeins lengur Já. Þið er búin að svara það? Þetta, ég er ekki að spila þetta. Ok. Ég veit ekki sem hvað fyrst þessi áldur. Ok, kom út í 2 pörtum. Fyrir hlutin kom út árið 2017. Já. Þessast nýja. Hvernig var að taka það fram? Þú ert að lefa að klára spurninguna. Fyrir hlutin kom út árið 2017, en seinni hlutin kom út árið 2019. It er byggð á bók eftir þekktan rithöfund. Jesús. En hvað heitir rithöfund? Stephen King. Er voru eitt á bjölluna? Snorri með þetta. Spurning 2. Spjöldu spurningar. Björgvin, slakað þú á. Slakað þú á. Menn er alltaf æstir þetta. 2 Stig í boði. möguleg. The Texas Chainsaw Massacre kom út árið 1974 og er talin verið einn besta hryllingsmynd sem hefur verið gerð. Hvað var brjálaði morðingi kallaður í myndinni? Og Hann var kallað Leatherface og hann notaði keðisug. Það er ekki nóg. Það er ekki fullnægjandi svar. það er ekki fullnægjandi svar. Leatherface Og Gunnar Hansson. og Gunnar Hansen. Þannig að það er 1-1. Gott. Það Snorri fyrir 1 og Björgvin fyrir 1. Sérst, hver lekan? Það er Gunnar Hansen. Spurning 3. 1 stig. The Shining í leikstjórn Stanley Kubrick gerist að mestu leyti inn á hóteli. En hvað heit? The Overlook Hotel. Snorri, góðu... Djú, lítur Snorri vel út í þessu þætti, maður. Það er bara alveg ótrúlegt. Ok. Takk þess að bjöllu. Ávala sko. 4. spurningin. 1 stig, en þetta eru valmöguleikar. 4 valmöguleikar. Það er maður að bjalla bara... Já, ok, þú getur bjallað á hann Já, og það er farið hvernig sem... All right, good one. Freddy Krueger er nafn sem flestir þekkja. En hvað var hann kallaður áður en hann dó og varð draumamorðingir sem flestir þekkja sem? A. Kitty Killer. B. The Elm Street Slasher. C. Glove Killer. D. The Springwood Slasher. Kitty Killer. Var ránt. Springwood Slasher. Snorri kom til þess að keppa. Ég kom til að vinna. Já, ég meinti það. Hvernig bara nammi? Ok. Og það gerir grín. Það er ekki bara kökur. Bara þess að það komið fullt á kökum þeir. Já, ég væri búið með þessar sabbakökur Má ég bara ef ég væri ekki að spyrja. Þess að ég er? Nei, ég er að grínast til að fá alvöru kökur. Fáðu kökur, ég ætla líka að fá mér. Ég ætla að klára þessa, svo ætla ég við ykkur að blæðina sem ég borða en kökur. Ok, númer 5. Hvern drepur Michael Myers í upphafsatriðinu í Halloween frá árið 1978? Jó, af hverju hikaði ég svona? Já, Jesus. hann drepur mömmu svona pappa. Gæðlangsinn. Ertu með þetta? Já, sýstir svona. Sistans. Herri, takk fyrir. Ok. Hvernig líst ykkur á þetta? Vil ég heyra stöðuna núna? Hvað er mikið eftir? Það er Valflokkar og... valflokkar, myndaspurningar. Já, hvað er með stöðuna? Ég hef ekki sé ekkert að segja núna, ég er að geta kökur. Jæja, hvað segir? Er ekki spenntið fyrir Reykjavíkur? Þú þurfir til að tala okkur um það heldur en að segja stöðuna. Hvað er ég með? Næ, er ég komið 10 eða? Ætti að horfa á mig. Björgir með 17 stig. Snorri með 16. Fyrir svona helviti mörg út úr öllum þessum 3 og 2. Hann er 29. Jæja.
Myndum við kalla þetta bust, það sem komið er. Ekki ennþá. Jú. Ekki ennþá. Snorriðun vinna með 50 stiga mun. Ok. Ég kom með takmark. Og hvað er það, Snorri? Segir ef ég næði. Nei, það er nóg eftir. Þetta er ekki búið. Það er ekki búið. Þessi 5 ár, geta hugreist um mig. Hvað sagður þau? Þessi 5 ár, geta hugreist um mig. Já, en það er nóg eftir svo. Já. Eru að fara í mynda? Já. Og það er bjalla? Það er bjalla. Við þannig að Snorra samt, setja myndir núna, Snorra fórst að drekka. Maður þarf að hædreita, þess vegna gengur mér svona vel. Sér hvað munum miklu máfnæður gluggan maður. Ok. Tilbúinir. Bjalla líka. Já. Nei. Þetta er allt eitt stig. Altså allar þessar spurningar, þetta eru 5 spurningar. Ekki horfa um Skoður mynd. Ég elska hvað. Fýparni. Þetta er myndin Jaws sem kom út 1977. Það er rátt. Hann ræður ekki ég. Ég sagði bara það. Ég er ekki að... Þú ert ekki að spyrja Ég er það? ekki að spyrja það. Má ég halda áfram? Nei. Hún kom ekki út 75. Var það 75? Ekki djók. Hérna sjáu þið mynd. Þú sért mér svo mörg síðan fára. Hérna sjáu þið mynd úr myndinni Jaws. Hvað heitir báturinn? Orca. Já! Ó, vel gert, þetta er ég ekki geta. Ekkert mál. Fleiri Jaws-spurningar. Flex hjá Bjögga. Fleiri Jaws-spurningar. Það stendur líka hérna? Nei, tjú. Ok, næsta mynd. Nei, það stendur ekki. Ég kíkti. Ok, næsta mynd. Úr hvaða mynd er þetta atriði? Þetta er úr Prometheus. Það er rámt. What? Já. Já, sæll, djók. Þetta, ég veit ekki, þetta Sphere, þetta. Þetta spyrja mig. Já. Það er að telja bara fullt af hverjum sæður. Ég bara ekki við góður. Það er ekki að djók. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað Ég þarf að svar. Það var pass. Ég sagði bara Sphere. Sjöna, það er rámt. Þetta eru Alien. Þetta eru ill. Jésús. Fyrst að hann sagði það ekki, þá ég ég man segði ekki það eftir, ég man ekki eftir nákvæmlega þessu ofurgæjanum hana. Hann var fyrst í Alien. Já. Ok. Það var horfið úr mér einhvern veginn. Það er allt í lagi, þú með 1.000.000 stig þannig að þú hefur efna á þessu. Nákvæmlega. Næsta mynd sem við sjáum. Hver er þetta? Nei, í alvegni. Þetta er Stephen King. Það er rétt. Jesus, ég var stressað að þetta væri bara... Já, Í alvörinni. ég var alveg vissum að maður ætti að tellja upp eitthvað. Hefði viljað, ég spurt, hvenær fæddist hann? Nei, þetta er bara gott. Ok. Næsta mynd. Get Out. Það er rétt. Það stúka myndin þetta. Það fara rætt yfir söguna. Síðasta myndaspurningin. Björki? Þetta er Ringu. Ring. Já. Það er rétt. Þetta er Ring. Ok. Ok. Ertu stressaður núna, Snorri? Björki? Ég er aðeins að saksa á. Björki nældi sér í nokkur stig. Höfum þetta skemmtilega wallpaper. Ok, þá er þetta búið. Það er þetta flott kjúkart. Já, það er úkislega flott maður. Hörðu. Þetta er bara enda. Dóti. Hvað er þetta margar spurningar? Þetta er flokkarspurningar. Sömu flokk, nei þú veist, 4 flokkar, 5 spurningar hvernig Já, flokk. ok, 9 flokkar. 9 flokkar. Ekki að sama og síðast. Það er ekkert verið gaman. En er ekki örgulega ekki horror shit og eitthvað. Please ekki meiri horror. Barna þættir. Af því að þetta eru síðustu spurningarnar, þá kannski ef til vill finnst ykkur að vera aðeins erfiðari. Haldileg. Það er að stoppa hann að gæja hann. Ég held ég viti hvaða flokku verður óvinnsalstur. Ok, 4 flokkar, þetta eru síðustu spurningarnar. Flokkarnir eru horror setningar, horror ártöl. Næsti flokkur
James Bond, spurningamarki. Við að spyrja þig James Bond? Þetta meira hugsa svona, James Bond? Ok. Og 80s horror. Eru eitthvað að fara við stöðuna núna? Nei, Snorri yfir. Snorri, hvað ætlum að velja? Finnum við hvað? James Bond, ártöl, setningar og 80s. 80s horror. Ég svolítið spenntur, hvað þetta fyrir James Bond? Já, ekki. Lay it on me, brother. Þú vilt fara í Bond? Já. Fyrir 60. Spurning 1. Hvað hefur Daniel Craig leikið í mörgum Bondmyndum? Hann hefur leikið í 1, 2, það er Casino, það er Quantum, er það ekki bara 4? Casino? Ég ætla að giska 4 eða? Nei, það eru 5. Það er rétt. Já, Skyfall datt hann út í miðinni á mér. Það er ekki gott, Snorri. Nei. Þetta er ekki horror þáttur það? Það er veist. Segi gæði sem var vona að vera please ekki horror spurningar. Það förum við hérna setningar, prófum það. Setningar? 10 stig. Fyrir 10 stig. Horror setningar. Númer 1. Ég er sérst alltaf að spurja í rauninni bíómyndina. Já, ég sé myndina sem þessi setningar í. Já. All work and no play makes Jack a dull boy. Shining. Yeah. Varstu með það? Ok. Snorri? Ef við ekki bara gera það sama? Ég er spenntur, hvað kemur næst? Setningar? Já. Horror setningar, nummer 2. If it bleeds, we can kill it. Þetta er úr Predator. Það er rétt. Viltu eitthvað gana og virka vini mínu svo kláður? Ég ætla í fleiri setningar, sko. Já, skemmtilegt. Já. Mér finnst þú ættir að lesa þetta eins og Mér langar svo ekki, if it bleeds. Ok, ég ætla ekki að taka setningar, ég er ekki góri. Ok, horror setningar. Já. Númer 3. I see dead people. Já, Sixth Sense. Sixth Sense. Þetta er nú askaplega auðvelt. Það er fínt, maður. Spá aðeins að gefa bein hérna. Ok, Haldum áfram í þessu. Snorri. Síðast það? Nei, síðast það. Þetta er allt, bara þetta er 1 stig. Snorri, þú með setningu aftur? Já. Do you like scary movies? Þetta er Scream. Það er rétt. Þetta er góð spurningar. Svolítið skemmtilegt. Já. Það er líka ekki málega með sem er setningar. Það er ógeðslega auðvelt að fara eitthvað að geða þetta erfitt. Klárum þetta. Setningar. Setningar. Næsti spurning þá þetta verður bara setningar. Where we're going, we won't need eyes to see. Ég veindur það þessum. Gaman að þessi. Ok, Snorri. Það eru horror setningar og búnar. Já. Það eru horror ártöl, James Bond, 80s horror. James Bond. Ástæðan James Bond það því ég er nýbúin að sjá nýju. Takk til James Bond bara. Nú má tala um bara. Og ég var bara svona, það var Bond spurningar. Ok. Herri, ég vil bara fara í 80s horror. 80s horror? Bara 1 stig samt. Það er bara 1 stig. 3 stig, takk. 1 stig. Hvað heitir mamma Jason Voorhees í Friday the 13th? Svipurinn og snorra. Ég get ekki gefið svari. Getur ekki blikkað það til mín? Í morsku. Jésús. Vá, veistu, ég bara veit. Vá, ég man bara eftir Miss Voorhees. Já, það er bara það sem ég hugsa. Ég er að leita fyrir nafninu. Pass. Okay, Pass hjá þér. Ég ætla að giska. Er það Linda? Leslie? Nei, rátt. Margaret? Hanna? Hún heitir Pamela Voorhees. Whatever. Don't care. Really, don't care. Ok, þú ekki verið mikið? Hvað varstu? Var þetta 80s? Var með 80s horror? Já, bróðum það. 80s horror. Númer 2. 2 stig? 1 stig. Hver? Mér finnst þess að Björki komið bara til þess að fá spurningar sem er 2 stig. Hver lék aðalhlutverkið
í myndinni Pumpkinhead sem kom út árið 1988? Dammit, Snorri vitt og potið. Ég held þessi báða búin að sjá það. Nei, sé það nú. ég held ég ekki sé hana. Byrju Pumpkinhead? Jú, byrju. Ég get ekki, mér dettur ekkert í hug, sko. Pass. Anthony Hopkins. Rámt. Snorri. Ég manna það ekki, en Lance Henriksen. Það er Lance Henriksen, já, shit. Það var það aftast. Drullaður út. Það var það aftast. Vel gert. Get the fuck out. Þessi var alveg þegar ég samtani, ég var bara eitthvað, þetta er kannski það eru spurning. Ég sá hana einu sinni fyrir rosalega lengur. Hún var alveg skemmtileg. Já. Þetta var alltaf lagi samt að mála Fyndi þetta hafi verið hana. Já, ógeðslega fyndið. Það var ógeðslega Það var fyndið. eitthvað Lance Henriksen. Geðveitt random gisk. Ég var ekki, þetta, já, ok. Já, þú veist, ég veit að það var ekki beint gisk, en Já. þú greinlega vissir þetta. Já. Ok. Snorri, þú átt að... Ægi, jú, þú stælst að bjöka. Hvað velur? Sætla minninga. Þetta er í 80s, aftur. 80s. Var það í Bond eða ártölu eða eitthvað? Ártölu, þið var síðast í það. Mhm. Úr hvaða mynd er þessi setning? I say we take off and nuke the site from orbit. It's the only way to be sure. Aliens. Það er rétt. Ég elska hvað menn eru fljótur að svara. Þetta er geggjur setning. Ég geðvik. Það er fucking pennur að búinu. Hvað getur ég klárað það? Það er bara að klára að segja það, Byggi. Part 2 senna. Ok. Ártöl. Wow! Bráða. Bjöggi er núna að hann er að... Grasping for straws. Hann er líka að giska á það núna að ég sé með eitthvað svona einföld ártöl. Ég Hann er að taka sénsum. er að vona það. Af því ég er búin að skamma hann svo mikið fyrir ártöl. Horror ártöl. Var samt eitthvað eftir í 80s eða? Já, Hvað- hvað er spurningar? Að prófa mitt ártöl. Prófa ártöl. Ártal. Já. Spurning 1, 2 stig. Nei, í alvegni. Já. Hvað er að gerast hérna? Erðu þú að velja ártölin? Ok, nummer 1, 2 stig. Hvaða ár kom Scream út og hvaða ár kom Scream 2 út? 96 og 98. 96 er rétt, 98 er rátt. Og þú var þarna 1 stig. Snorri, vilt þú giska hvernar 2000? Scream 2 kom út? 2000? Já. Það er rátt. Það er bara ár á milli. Vá, það er bara ár á milli. 97. Já. Það er pínu crazy. Kemur heim að nanna lemu mig. Hann annaði veit þetta. Já, þú átt að skilja. Ok, Snorri. Það er bara 80s. 80s horror. Númer 4. 1 stig. Hvað heitir morðóða dúkkan í myndinni Child's Play? Chucky. Það er rétt. guy doll. Það er rétt, sér. Ég er búin að sjá þættina. Nei, þeir eru stóri góður. Já, stöðtu að byrja að sína það. Alveg. Bara dúru fyrir að tala fyrir hann og Já. þetta er bara eitthvað... Þetta eru organa gæðin, skilur það, sko. Já, ég er bara svo brendur af þessari myndana. Já, það Hvað er nú, lókist. 3 ár. Já, og bara... Nei, ég ætla samt að tjekka þið, bara, ég er forröðin. Já, ég menn ef Ég ætla að tjekka. þeir eru að fá góða dóma. Ég elskar karakter. Herðu, fyrir mig 80s. 80s. Já. Þetta er síðasta 80s spurning. 5 stig. 1 stig. Hvað heitir persóna Heather Langenkamp í myndinni að Nightmare on Elm Street? Nancy. Það er rétt. Mér fannst þú horfa á mig svo vissist því. Já, því ég myndi ekki hvað leikur hún hér, ég er bara svona, þetta bara aðleikur hún. Ok. Þá er 80s horror búinn. James Bond er eftir og horror ártöl. Finnum við Bond. Bond. Spurning 2, 1 stig. Hvað heitir maðurinn sem skapaði James Bond karakter? Þannig að Ian Fleming. Ég með sem hugsaði, er ég að fara að stið? Snorri. Ég veit ekkert um Bondu, ég veit þetta. Þetta er rétt, já, Snorri. Takk. Ok, Björgvin. Herri, það er bara ártöl, sko. 6 stig. Björgvin er frekar fyrir horror ártöl eftir Bondana. Já. Ok, horror ártöl. Ég get giskað frekar að það. Það er bara töl. The Blob, endurgerðin, kom út hvað ár? Vissi ekki að það er endurgerð, sko. Ég var að segja 2012. Það er ránt. 86.
Endurgerðir? Ránt en nálægt því. Ó, Það er upprunlega frá 50. ég var að hugsa þá Hún kom út 88. Ég var að hugsa hana sem til því heimsku. Ég sagði líka í þætti sem kemur út undan þessi kemur út náttúrulega bara rétt fyrir Halloween. Það sagði hún kemur út 1980. Þegar ég var að klippa þann þátt, ég var bara, Hafsteinn, hún er 88. Þetta veitlis maður. Ég veit það. Mega klúður. Ég er að leiðir þetta í þessum þætti. Þannig að bara, með þess að ég vissi þetta ekki en ég ætla að setja í spurningur því að strákarnir var að vinda. Nei, ég hugsaði með mér, ef þið horfðu á 80s þáttinn með mér og Óla Bjarka, þá myndu þið vita. Ég gerði það, ef ég bara myndi því ekki. Okay, ég vissi að hún hefði verið, já. Hann náður að selja mér hana, mér langar að sjá hana. Ég er búin að horfa á hana. Hvernig fannst þú hún? Mér fannst það skemmtileg. Já, ok. Sem bara svona. Já. Ok, það er líka svo gaman að sjá gamle myndinar, bara special, neina, make-up dótið og það. Já. Hvað er það ekki Snorri? Jú, akkurat, hann var í ártölum. Fyrir bara í ártal. Það er ekki verið í bónus. Nei, setjum því í bónus. Allir. Ég veit illa þér þangað sem að þið líður illa. Mér líður mjög illa hvort það er. Ok, Snorri, horror ártöl, spurning 3. Hvaða ár kom Nosferatu út? Þú veist, var það 1920? Bótt þetta ekki nákvæmlega. 29. Rámt, þið erum 22? 22. Það var líka hana. Já, það kom eftir á. Já, það er 2 mánuð setna, sko. 2 mánuð setna. Björki? Bara, ártöl, segi ég. Ártöl. Vampírumyndin 30 Days of Night kom út árið... Ég er ekki alveg með þetta. Ég er svona næstu því. Það er allavega hægt að gískast á ártöl. Já. Þetta er 2005? 2005, rámt. Það var það sem ég ætlaði ekki, sko. Ég myndi ekki gera það núna. Nei, ég ætlaði ekki gera það núna. Það var 2004. Já, ég ætla að segja þetta fyrir, sko, 2003. Rámt. 2007. Nei! Nei. Er þetta ekki bara vitlist jára eins og með blóp þarna í hinum þættinu? Já. Hvernig getur við treyst þessu svöru núna? Herðu, þetta er eitthvað rámt hjá mér. En ég verði að Snorri eitthvað sem ég held að Snorri sé að vinda. Joke. Ok, er það ekki Biggi? Aftur. Nei, það er Snorri, sorry. Hann að þrý bond. Það er 1 ártöl. Hann að þrý bond. 3 bondarar. Er maður ekki bara kláris ártöl? Whatever. Ok. Það er að taka Ég stelist það bara. Horror ártöl, spurning 5. Hvaða ár kom American Werewolf í London út? 83. Það er rámt. Er ekki bara 84? Nei, það er ekki. Er það 81? Já. Herri, þú er búin að vera með þetta núna. Snorri, þú er bara að hugsa aðeins. Hann er sjúklega kláristrákur, sko. Hann er sjúklega kláristrákur. Herri, ég held nú að við myndum ekki enda Bond. Svolítið skemmtilegt. Ég hala mín þetta. Eða hvað? Er leiðilegt. Er það ekki Björki? Jú. Þú getur ekkert valið neitt, það er bara Bondarinn. Það er bara 3 stig í búði. Hitt er allt búið. 3 stig. Þetta er reynda 2 stig. Sean Connery. Það er ótrúlega að lendir alltaf. Hann er búin að fá þetta allt. Er það ekki? Ég held að Björki Ég er ekki búin að fá neina. Nema þegar það var sko í vísbendingarspurningunum. Já, einmitt. Já. Spurning 3, 2 stig. Hvað heitir síðasta Pierce Brosnan myndin og hvaða ár kom hún út? Oh my god. Það er svo lítill bondmaður. Hún heitir samt eitthvað Dæ. Hvað heitir nýja? Bara svona Ég vil ekki segja. The Dying of the Day, er það ekki eitthvað? Ok, ártal, byrjum þar. Ok. Hún er 96 og það er Hvað heldur þú? já, það er Dying of the Day. Hvað? Það er rétt. Dying of the Day? Já.
Það er rétt þér. Ég var líka bara, ég vona að halda sig við það svar. En hún kom ekki út 96. Þannig ég ætla að skrifa strax hjá þér 1 stig. Snorri. Ég ætla að segja 98. Hún 2002. Njóttu þess. Hver byrjar núna? Er þetta ekki þú, Snorri? Jú. Það síðast bondina. Þú farið einu viðbútt. Hvað er þetta? Endast bond? Nei, bara 5. Númer 4. Hvað lék Timothy Dalton í mörgum bondmyndum? 4. Ránt. 2. Það er rétt. Ég veit ekki um bondi. Gisk. Það er samt með mynda. Ég leysi bí bara með 1 og hann 2 og... Ég veit ekki. Nei, ok, Kannski kemur bara næsta í hug. spurning. Ok, hún er til mín. George Lazenby, það er svarið. Ok, þetta er síðast spurningin. Já. Í þessu frábæra spurningamóti. Þetta er geggjamót. Ok, númer 5. Hvað heitir fyrsta James Bond myndin? Það er 2 sem er að tjökla hjá mér. Ég á að vita þetta, sko. Dr. No. Rétt. Já. Vel gert. Hvernig var ég svona hrætt við Bond? Já, nákvæmlega. Já, það gekk mér vel. Og ég fæ 10 aukastig, eða ekki. Ég setti þetta upp með hérna. Ég fer inn borð og... Ekki rátt mig að tapa með en 10. Talið aðeins núna, ég ætla að tala stegin. Hvað Bla segir bla 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 bla. Hvernig gengur í vinnunni? Það var eitthvað svona. Ömurinn gestir eru bara að koma og gera Skál. Hvað er svo frétt að þér? Nei. En mér fannst það mjög skemmtilegt. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Það er svo allt öðru það er svo, þú veist, eins og ég var að tala um þetta síðasti þáttur var eins og að vera að spila tölvuleik á hard. Já. Og maður var allan tíma, þegar maður sá hvað stemdi í, og maður bara svo, fuck, ok, ég þarf bara að þrauka. Leiðir ekki bara eins og þetta væri falin myndavel. Ég var svona píma. Ég var alveg hlust á því, ég hugsa bara það er eins og að segja djókir. Ég held að Öddi Blöð myndi koma inn og hlaupa inn og kýla mig í magan líka. Já. Já, ef þú væri frægur þá kannski, en þannig sé ekki að pangast í eitthvað svona körum. Já, það er ekki svo að... Náði Snorra og frikka til svo hangala. Þetta var ekkert eitthvað brjála bust. Er þá bráðabunarspurninga? Ein lokaspurning? Nei, það er sigurveri. Ég var ekki með neina spurningar svona auka. Snorri er sigurverin. 37 stig. Erum við 30? Þú með 28. Já, ok. 37-28? Já, svona miðað við að allar hans spurningar voru að einhver 3 eða 2 stig. En bæðist í einu, þær voru bara eitthvað randomli í þessu flokkadóti. Þú valdir aldrei. Ég fekk þær aldrei. Eins og þegar það var helviti. Þú varst bara svo fljótur að segja fucking bjöllu. Þetta voru spurningar sem ég vissi líka. Þú er bara svona... Alien... Snorri, þú vinnur hérna frábæran pakka frá Nóa Sirius, alls konar nammi og eitthvað. Þetta er geggjað. Og Björki, þú fær líka eitthvað smá nammi fyrir að taka þátt. Og svo fórum Subway, Malti. Ég þarf bara að sækja með hann og láta það fá. Já, geggjað. Geggjaði vinningar. Takk fyrir geggjað. Já, takk hérlega fyrir mig. Já, gaman að þið skildi haft gaman að þessu. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Og þetta var tölvöld léttara heldur en síðasta Halloween. Það voru bara fólk dæmi mikið persónlega fyrir þetta. Þér gekk svolítið ekki illa. Nei, þér gekk ekki illa. Þú lendir í smá aðkast út og gutt út af þessu. Nei, ég meina þú veist ekkert, þegar þetta byrjaði, ég var bara eitthvað shit, Snorra frá að vinna 44. Var ekki 19-4 þannig til að byrja með það? Já, það var, ég man ekki hvað var, það var eitthvað hræðilegt. Svo tókstu það á í þessum flokkarspurningu, þú varst góður að skilja. Ég er erður á bjöllinu, sko. Ég er slakur á bjöllinu, sko. Það er stressa. Ég held að það sé málið. Man tók oft eftir svona... Því að sko, ég man í jólaþættinu sem ég og Siggi vorum. Það byrjaði allt bara. Hvað heitir myndin með Jim Carrey? Og þá tók maður bara sér. En núna var þetta trikki, sko. Maður vissi aldrei hvernig spurningin var að koma. Já. Það var nefnilega heldur lúmskur. Hann er svo nikkabar. Hann er lúmsk. En ég gerði það út af Björka. Fattar það aldrei þegar ég kemur þetta referens. Hvað það eru? Breiðhyrningar. Já, hvað það eru? Fólk fattar þetta aldrei. Þetta er hendi í þetta? Já. Ég hendi nú bara í þetta þegar við erum hér. Já, ég hendi stundum í þetta. Svo þarf ég að útskýra hvað nikkabar er. En breiðhyrningar myndi fatta. Den er lúmsk. En hérna, er nikkabar ennþá til eða? Ég held ekki.
Og ég hef ekki stigið fætið í Breiðholti sínu flutti. Alltaf laugadagur, við getum bara kík. Við þurfum að gera það. Ok. Fara yfir nokkra spurningar með þessu liði þarna. Það er nokkra spurningar á barnum. En Snorri, vilt þú þá taka þátt í jólahættunum? Já, ég ætla að vinna hann líka. Jesus Christ. En þú veist að það er svona meira aðlega spurningar. Já. Er þetta ekki kept í pairs? Ertu að vera fínir saman? Þið getur verið heldur góðið saman. Hvernig ég fá á móti þér? Og ég kannski hói Tomma? Þá verð ég Nennir að gera það. Þá verð ég veikur. Tommi Valgeirs eða Óli Bjarkin en að kick his ass. Með hvað þú stóðst við. Tommi sagði eins og við mig. Hann var ógeðslega góður. Hann var mjög góður. En Tommi sagði eins og við mig að hann var búinn að hlusta á svo marga þætti með þér. Og hann sagði, Snorri knows his stuff. Okay, Þú sannaði það svolítið núna. Það er rós háttað ofan. Það kemur frá Tóma Valgeirs. Það kemur frá Tomma Valgeirs. Ég tek því bara brósandi. En ég get líka bara sagt núna, því ég er að vona að Tommi hlusta á hann þátt. Hann er duglegur að hlusta á þættina. Að ég er ógeðslega oft að senda honum spurningar. Hann er aldrei klikkað. Ekki einu sinni. Og við erum að tala ég verið að spura hana sko að random spurningum. Já, eins og bílnúmerinu þínu. Já. ANG 03. 03. Já. Fattaði þú þetta? Tommi fattaði það. Já, ég hef alltaf hugsað Angli, en það var ekki fyrir að Haffi voru að tala þetta, er það ekki Hulk 2003? Já. Ég sendi þetta á nokkra. Ég var bara, hvað er fuck? Tommi fattaði þetta strax. Hann bara Angli, Hulk, ég spurði bara hvaða mynd er ég að hugsa eða hugsa þetta bílnúmer. Hann sagði bara Hulk. Sagði ég ekki bara Crouching Tiger, Hidden Dragon eða eitthvað? Jú, ágætis gisk, en ekki rétt svar. Nei, það er umlega. En það vinni ég ekki neina svona spurningakefni. Hvernig ekki? Herru, þetta verður bara þáttur í stýttarlægi. Stýttarlægi er bara að vera en ekki. Jú, ok. Menni hvað eitthvað, 70 mínútur eitthvað? 75 mínútur? Það er bara fínt. Þetta er ekki neitt, þetta er gett. Ríka, þetta get ekki oflant, ég get ekki með 200 spurningar. Nei, það var bara mjög gott, mjög góð spurningar. Það var bara mjög passlegt. Og það ekki? Léttur og næst þáttur. Og bara, þú ert alltaf góður skapið, búin að vinna. Já, ég fer heim, drekklaðan að sigri. Fullt af nammi. Ég er svo fucking mikið nammi hérna. Nanna, ég er komin heim. Gast allar skrím-spurningarna. Ég kem aftur og eftir. En mér minnir að hún að ekki að bölva þér. Það var fyrir Halloween þáttur síðasta. Þá spurði ég um einhverjum morðingjana í fyrstu skrýmyndinu. Þú bara, mundir ekki nöfnum það. Já, ég man það ekki í dag. Og Nanna var bara Snorri. Nei, Loomis, það er ekki læknin í Halloween? Já, læknin í Halloween. Jú, en hann heitir Billy Loomis. Hann heitir líka Loomis, já. Stú og Billy. Herru, fyrir bara slútt. Fæ ég stig fyrir það? Nei, ok. Það er ekkert um það. Ég veit ekki, þú kannski verður bara að koma í einhverja... Bara barnaspurningar. Já, ég held það. Eða bara feira einn. Bara fá hugsa. Já, það er enginn á móti. Vera með tölvu. Þú mátt googla og svona næst. Strákar, takk fyrir að koma. Takk fyrir mig.